Já, velkomin aftur. Hérna, þau eru komin hingað, Sigurjón og Marja. Herðu mér þetta skemmtilegt spjall við prófessoruna, Magnús Karl og Tinnu Laufey. Og tala, já, líka gaman að tala svona, bara eitthvað svona, það sem við ættum að vera að tala Þetta snýri svolítið það svolítið, hvort að stjórnmálin réðu við svona langtíma hugsun, hvað það byggja upp samfélagi til lengri tíma, þannig að gæti orðið gott og göfult, hvort að það væri alltaf að reka samfélagi bara frá hendi til munns. Þannig við gaman við rauðum bara að tala svona til lengri tíma. Herðu, við ætlum að snúa okkur núna að öðru. Það ég ætla að hringja til London, til fréttaritara samstöðuna í London. Við erum með fréttaritara, Guðmund Auðunsson, sem ég talaði stundum við pólitík í Bretlandi og hann mjög skelegur. Það var fyrir helgi, þá var eins á sammæli 1 ár liðið frá kosningunum. Þegar að Keir Starmer Það ekki lengra. Nei, ég nefnilega hugsaði það sama, sko. Hann búinn að klúðra þessu. Hann búinn að það bara hvert ódæðisverkið og þessi rekur annað. Það var svolítið mikið fjallað þetta 1 ár. Og það var eiginlega í öllum fjölmiðlum og öllum svona spjallþáttum og allir sammála það að þetta veri afleitt ár fyrir Keir Starmer. En málið var það náttúrulega hann vann enga kosningasigur. Hann rétt náði að hækka fylgi verkamannaflokksins frá algjöru hruni kosningarna sem voru rétt fyrir jólin þegar Boris Johnson vann stórkostlegan sigur og flokkurinn datt niður í eitthvað 32-33%, hann náði að hækka upp í 34% held ég. En eins og það hrundi íhaldsflokkurinn, þannig að hann fekk alveg stórkostlegan meiri hlut á þinginu, Keir Starmer. Já, og svo náttúrulega einkennilega kosningakerfið líka þessi. Það sem að veldur þessu, að það færið kannski 34% af atkvæðunum, en þú færið sko 65% af þingmönnunum, sem galið kerfi. Þannig að hann byrjaði með gríðarlegt möguleika á að ná fram bara einhverjum stórkostlegum breytingum á bresku samfélagi, en hann fór í kosningarnar eins og Viðreisn sem hægri hagstjórn, þar sem hann að lofa því að ekki hækka neina skatta og ekki skrúa ofan af skattabreytingum nýfrjálsagjaruna, þar sem var færðir til peningar til fjármagnseigenda og stórfyrirtækja með skattaafslætti og skila ríkissjóði með afgangi. Þetta hægri hagstjórn. En vinstri velferð, sagði Þorgerður Katrín, og hann var eiginlega með það sama. Hann ætlaði að endurreisa NHS og hann ætlaði að gera alls konar hluti en þú getur náttúrulega ekki gert það nema að hækka skatta. Eða annarri þjónustu. Já, en ég meina hann að fara að auka peninga í varnarmál. Hann einn af mestu hershöfðingjónum í Evrópu og mjög ákafur í það. Stundum finnst manni það að hann vilji fara í það vegna veikrar stöðu heima fyrir. Að það út í veikri stöðu heima fyrir ekkert betra en stríð, sko. Falklands í Alma, Margaret Thatcher, þetta var því alda. Hún var þjóðhetja eftir það, sem var náttúrulega mjög hjákátlegt stríð í sjálfu sér. Þannig hann leggur á stað og hann náttúrulega getur ekki staðið við þetta. Hann algjör pólitískur lottari að lofa við eftir að lendi því með núverandi ríkisstjórn, að Viðreisn að vera eftir að lendi vanda með þetta að þú getur ekki uppfyllt enga skatta en bætta velferð. Nei. Það bara ekki hægt. Það ekki hægt. Alveg sama þóttu sért með eitthvað svona PR átöku eins og Viðreisn var með að hvetja til sparnaðar í ríkiskerfinu og öllu þessu. Já, þeir að samt að auka tekjur ríkissjóðs til þess með veiðigjaldar. Já, veiðigjaldin sem ekki var. Já, kannski fleiri möguleikar að núti á þess að ég viti það. En þetta þess staðan, en á deginum þegar það var 1 ár frá kosningunum að þá var hún Sara Sultana lýsti yfir að hún væri að fara að stofna, hún gekk út úr verkamannaflokknum og var að stofna flokk með Jeremy Corbyn sem að mér fannst að ég sá svona viðtölu við hann og spjall og aftast í þættinum þá kemur hún Sara Stef Hildar sem var á ráðstöfnu, svona marxískri ráðstöfnu í London þar sem að Corbyn kom þennan dag og hélt tölu. Þannig að aðeins að heyri í henni hvernig tónninn var í honum af því að mér fannst hann svolítið eins og þessi yfirlýsing Söru, altså hinnar Söru hefði komið sér svolítið óvart. En við ætlum að byrja á því að hringja bara til London og heyra í Guðmundu Auðunssyni, okkar fréttaritara. Við ætlum að nýta það og við ætlum að reyna að byggja fleiri fréttaritara víðar heiminn.
og heyra stofnun nýs vinstriflokks í Bretlandi. Þegar 1 ár var liðið frá miklum kosningasigri verkamannaflokksins sem að var kannski ekki sigur því að verkamannaflokkur bætti nú ekki mikið við sig í kjörklefunum en vann hins vegar gríðarlegan meiri hlut á þinginu og ástæðan náttúrulega einmenningskjördæmin sem eru í Bretlandi. En þegar 1 ár var liðið frá þessu upphafi Keir Starmers að þá fylltist nú umfjöllun í Bretlandi, bæði í blöðum og í sjónvarpi hversu illan hefði staðið sig kallinn. En það komu líka fréttir af því að það væri von til þess að yrði stofnaður nýr vinstriflokkur vegna óanægju róttækari arms verkamannaflokksins með stefnuna sem að Keir Starmer hefur markað. Og fréttaritari okkar í London, Guðmundur Auðunsson, hann er hér á línunni. Guðmundur, hvað þetta stórtíðindi eða þetta svona bara stórtíðindi út á jaðri stjórnmálana? Þetta í raun og veru stórtíðindi en þetta dálítið eins og svona að þetta sé leyndarmál sem að menn hafa vitað lengi að það stæði eitthvað til. Að á vinstri vængnum hafa menn verið að tala þetta töluverðan tíma og það oftast hefur Jeremy Corbyn fyrrverandi leiðtogi verkamannaflokksins og svona stjarna á vinstri væng pólitíkurinnar í Bretlandi hefur verið orðaði við þetta en það hefur menn byggust kannski ekki alveg við þess að þetta kæmir nákvæmlega núna en það má kannski rekja til þess og sumir segja að hún hafi hlaupið kannski aðeins undan sér Sara Sultana sem ungur þingmaður breska verkamannaflokksins og mjög athyglisverður stjórnmálamaður og hefur orðið, hún ekki nema rétt tæplega 30 en hefur orðið stórstjarna í breskri pólitík á seinustu nokkrum árum. Hún þingmaður í Coventry Suður sem svæði sem að hún búin að vera þingmaður þar síðan 2019 og kom inn sem mjög ungur þingmaður en hún neitaði að greiða atkvæði hún greiddi atkvæði með því að aðgerð sem að íhaldsflokkurinn kom á í sinni stjórn það að stuðningur við börn hættu eftir annað barn ef þau væru neytu félagslega stuðnings og þetta hefur leitt til stóraukningar á barnafátækt. Barnafátækt einmitt mest meðal fólk barna sem koma á þessum fátækuheimilum og það segir sér sjálft að kannski barnafjölskyldur með 3-4 börn að þau fá ekki stuðning nema fyrir 2 þeirra þá kemur það niður á heimilisbúskapnum fyrir utan allan niðurskurðin sem hefur verið gerður lengi á stuðningi við fátækt fólk og Sara Sultana sem var kosin þingmaður verkamannaflokksins eins og ég sagði Coventry Suður hún neitaði að greiddi atkvæði með því að þessu yrði leyft og neitaði að hlýða flokksskipunum og var svipt það sem þeir kalla svipunni eða VIP, það þýðir það að hún var eiginlega rekin úr þingflokki verkamannaflokksins og hefur þá sitið sem óháður þingmaður síðan þá. Þetta og hún hefur haldið áfram að vera áberandi á vinstri vangnum, sérstaklega mjög áberandi í baráttunni gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og á Gaza og hún kemur frá bakgrunni, svona múslima bakgrunni en ég held nú að hún sé ekki mjög trúið sjálf enda til dæmis helur hún ekki hár sitt heldur þá hún komi en hún hefur mikið látið til sín taka í mannréttindabaráttu Palestínumanna og baráttu gegn þjóðarmorði og hefur svona verið þyrnir í augum verkamannaflokksins, ríkisstjórnar verkamannaflokksins vegna þessa og Corbyn hefur auðvitað sjálfur verið mikið lengi baráttumaður fyrir réttindum Palestínumanna og á sama tíma og þessi að
að flokkurinn verkamannaflokkurinn hefur dregið lappirnar, verið með svona málamynda mótmæli gagnvart Ísraelsstjórn öðru hvoru þegar þeim finnst þeir hafa gengið á land, að það hefur skapað mikla reiði á vinstri vagnum, og ekki bara á vinstri vagnum, heldur nær þetta töluvert yfir í pólitíska spektrum, vegna þess að jafnvel miðjufólk sem að Starmer ætti eiginlega haug í horni hjá, að það er mjög reitt út af hjá verkamannaflokknum, hvernig þeir hafa staðið sig í þessum málum, og þær hafa meðal annars haldið áfram að senda varahluti og stuðning til ísraelska hersins. Þeir hafa líka veitt þeim njósnagögn sem frá herstöðum sem þeir eru með á Kýpur, sem er mjög nálægt Ísrael. Þannig að þessi reið er búin að krauma. Þessu til viðbótar að þá hefur verkamannaflokkurinn eiginlega sýnt það að þeir hafa farið í niðurskurð á velferðarmálum. Þeir hafa vissulega aukið eitthvað fjármagn til heilbrigðiskerfisins, enda var það búin að vera í fjársvelti í langan tíma, en á móti hafa þeir skorið niður og hafa reyndu að koma í gegn tölvöru niðurskurði á stuðningi sem að fyrst og fremst stuðningur við öryrkja og þá sem eru frá vegna langvarandi veikinda frá vinnu. Þetta átt að skera niður töluvert, en þá var það uppreisn í verkamannaflokknum og ríkisstjórnin varð að draga þetta stóru hluta tilbaka. Þannig þessi er svona umræðan sem er búin að vera að krauma lengi í flokknum, og það er greinilega eftirspurn eftir nýjum flokki á vinstri vagnum. Það er alveg svo sannarlega. En ef að þessu verður, og Corbyn var náttúrulega kjörinn sem óháður og Sultana er núna orðin óháð, búin að ganga úr flokknum. Ég man að þegar þessar deilur voru niðurskurð á velferðarkerfinu, þá var verið að lista upp svona 50 þingmenn sem að voru í andstöðu við Starmer í því máli. Er von til þess að einhver hluti þingmanna verkamannaflokksins muni ganga til liðs við nýjan flokk, kannski fólk sem að er í þeim byggðarlögum þar sem er svona hefð fyrir róttækari stefnu eins og í Liverpool, Birmingham og einhver af þessum borgum sem að hafa oft róttækari hluti verkamannaflokksins hefur verið við völd í sveitarstjórnum. Er að það fólk horfi fram á það að annarkvort fer ég með Corbyn og félögum og reyni að verja þingsæti mitt sem fulltrúi nýja vinstriflokksins, eða ég tapa fyrir fulltrúa nýja vinstriflokksins í mínu kjördæmi. Er þetta komið svo langt að menn séu í svona pælingum? Líklega ekki, kosningar verða öllu líkindum ekki fyrir eða þurfa ekki að vera fyrir 2029. Þannig að það er töluvert fram að því, og þannig að það er bara 1 ár liðið að 5 ára kjörtímabili. Þannig að það er líklegt að margir þingmenn siti tilbaka. Ég sá meðal annars viðtal, það var bæði Diane Abbott og John McDonnell sem eru þingmenn verkamannaflokksins og hafa lengi verið í vinstri armi flokksins. Og miklir samherjar Corbyn. Miklir samherjar Corbyn, að þau hafa bæði lýst í að þau séu ekki alveg á leiðinni úr verkamannaflokkinu núna. En það getur auðvitað breyst þegar nær dregur kosningum. Það er mjög erfitt að brjótast í gegn þessu hefðbundna flokkakerfi í einmenniskjördæmum, og það eru í raun og veru var það mjög óvenjulegt að í seinustu kosningum náðu 5 óháðir þingmenn, boðuðu sig fram óháðir. 4 af þeim voru vinstri menn sem voru fyrst og fremst á pro-Palestinian plattformi, en það var mjög óvenjulegt að það er mjög sjaldgæft að þingmenn nái kjöri án þess að vera hluta af einu stóra kerfi. En það er orðin mikil upplausn í einu pólitíska kerfi í Bretlandi, þannig að þó að svona tilraunir hafi ekki tekist, hafa reynt að gera þetta fyrir 20 árum með því að búa til nýtt vinstra framboð sem náði hvergi fram.
náði engum árangri í raun og veru vegna þess að þá var flokkakerfi miklu fastari böndum. Nú í dag hefur til dæmis sýnt að Reform hefur komið utanfrá og að mælast með 30%, næstum því 30% fylgi í skoðanakönnunum og stórsigur í sveitarstjórnarkosningunum sem fóru fram í maí. Þannig að það sýnir sig að það mikil upplausn á fylgi. Fólk ekki eins, fólk mætir ekki bara kýs sinn gamla flokk, þó að það hefur verið ákveðin hefð fyrir því lengi í Bretlandi að fólk mætir og heldur fyrir nefi og kýs annarkvæmt verkamannaflokkin eða íhaldsflokkin þó það sé ónægt og hugsanlega svona sem mótmæli að kjósa frjálslyndaflokkin. Græningjar hafa náð soldið fram, en þeir eru svona freka takmarkaðir á ákveðnum svæðum í Bretlandi og hafa svona ákveðna svona áru að vera millistéttaflokkur, frekar heldur verkamannaflokkur, þannig að þeir hafa ekki náð miklum árangri á verkamannasvæðum í Bretlandi. En þetta við sýnt að það er hreyfing í gangi og það má taka sem dæmi að það var gerð könnun sem var birt í New Statesman fyrir rúmum mánuði. Það var áður en að Sara Sultana steig fram og lýsti því yfir og hún myndi stofna nýjan flokk eða það sem hún og Jeremy Corbyn myndi leiða, að þá var sýnt fram að það væri svona 10% kjósendur sem getur vel hugsað sér að gera það. Þar á meðal 34% yngstu kjósendana og var flokkurinn langstæðstu meðal þeirra. Þannig að það er greinilega ákveðin eftirspurn og upplausn í kerfinu, þannig að ég held að það sé miklu meiri möguleikar að nýtt framboð nái í gegn núna heldur en til dæmis í senustu stjórn verkamannaflokksins fyrir 20 árum. Já, þannig að það er ekki von til þess að það byggist upp öflugur þingflokkur í kringum Sultana og Corbyn. En hins vegar var maður varð við það þegar eitt ár var liðið frá kosningunum að það voru allir miðlar, hægri og nú ekki mikið af vinstri miðlum í Bretlandi því miður. En það eru svona podcast og fleira sem maður getur fylgst með sem eru á vinstri vagnum. Allir voru eiginlega sammála það að ef að verkamannaflokkurinn ætlaði að lifa kjörtímabilið enda þá ættu að íhuga það að skipta mann í brúnni. Er það þannig að Geir Starmer sé næstu því það sem stundum við kallað svona dead man walking? Já, ég held að það sé nokkuð ljóst, að það kæmi mér ekki óvart að það yrði skipt hann áður en að kjörtímabilið er búið, en það er mjög ólíklegt að það verði gert eftir svona stuttan tíma. En menn hafa stundum verið að tala um það ef hann ekki næst árangur, það eru eiginlega hverju ári eru sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi og þá kosir hluti af sveitarstjórnum í landinu og verkamannaflokkurinn fekk hræðilega kosningu núna í maí og menn segja ef að næsta ári náist engin árangur þá verður honum hugsanlega ítt til hliðar. En það Starmer þetta mjög óvinsæll og hann hefur orðið mjög óvinsæll mjög fljótt. Hann mjög litlaus stjórnmálamaður, vinstri af fólki finnst hann hafa svikið það, hann hefur komist til valda á fölskum forsendum og svona miðjafólki finnst hann litlaus, þannig að það kæmi mér ekkert óvart að það yrði gert, að það yrði einhvers konar uppstokkun í forystu, sérstaklega ef að þessi flokkur nýji vinstri flokkur fer að ná ákveðnum árangri og varðandi þingflokkin að þá gæti, það allavega ljóst að það öllum líkir alveg örugglega 6 þingmenn ef að flokkurinn kemst á koppinn vegna þess að það eru 4 óháðir þingmenn sem myndu gangi í hann, plus Corbyn og Sara Sultana. Það eru svona 50-60 sem maður myndi kalla mjög sterkir vinstrimenn í þingflokki verkamannaflokksins og síðan kannski 100 í viðbót sem eru svona soft left og það gæti vel gerst að þessi hópur ef að nýr flokkur nær fótfestu að þá nái færi hluti af þessum þingmennum eins og Diane Abbott og John McDonnell sem eru þingmennum eins og frá Liverpool hugsanlega og Manchester svæðinu gætu fært sig yfir. Ég held að
menn sé ekki sjálfur hrættir við að stökkva margir vinstri þingmenn sem eru ennþá inn í verkamannaflokknum sé hrættir við að stökkva ef að þetta næri ekki gegn vegna þess að þá geti verkamannaflokkurinn meira að segja verið án þeirrar vinstri raddar sem hann þó hefur í dag. Ég held að þess vegna séu menn að halda að sér höndum. Sem klassískt svona vangavelta meðal vinstri manna í einmenniskjördæma ríkjum hvort að maður eigi að búa til hreinni eða skárri vinstriflokk eða hvort að maður verið að sætta sig við það að berjast fyrir vinstrinu inn í flokki sem uppfullur af málamiðlunum og oft leiði til svona hugmyndalegs og hugsunarlegs dauða. Þetta á við demókrataflokkin og verkamannaflokkin. Nákvæmlega og ég held en verkamannaflokkurinn hefur gengið svo langt að traðka á vinstrimannum í flokknum meðal annars að láta reka Corbyn úr flokknum að það var alveg Corbyn var búinn að vera þingmaður síðan 1982 og í gegnum allt tímabil Tony Blair þá datt verkamannaflokknum ekki í huga láta reka hann úr flokknum. Þannig að Starmer hefur gengið miklu lengra heldur en svona miðjumenn hafa áður gert í flokknum. Þannig að það gerir það verkum að miklu fleiri geta hugsað sér til hreyfings en áður. En hvað verður nýr flokkur myndaður? Er hægt að segja sér svo að það sé hægt að taka bara upp kosningastefnu Corbyn frá 2017 og þá ertu bara komið með fína stefnu og fína taktík og fín markmið fyrir vinstriflokk? Meira og minna. Sú stefna var mjög róttæk og hún náði sérstaklega vel til ungs fólks. Í kosningunum 2017 þá var stóraukinn kjörsókn, sérstaklega meðal ungs fólks og mikið af fólki sem sá enga tilgangu að kjósa áður kom og kaus verkamannaflokk Corbyns. Þannig að mjög líklegt að stefnan yrði byggð á þessu nýrri róttækri efnahagsstefnu, nýrri róttækri pólitík, stórhækkun skatta á hátekjufólk, fyrirtæki og svona klassískum vinstri skoðunum. Til viðbótar þessu kemur auðvitað það sem að vinstrimönnum sérstaklega og ekki bara vinstrimönnum eins og ég benda á áðan heldur að finnst vera svik við málefni Palestínumanna og bara að fólk gapir yfir því að það sé hægt að vera með þjóðarmorð í beinni útsendingu án þess að ríkisstjórn verkamannaflokksins standi í lappirnar gegn því. Guðmundur, ég sé að bakvið er svona barki eins og að þú sett að reyna að halda lífið þarna er hitabylgja í London. Já, það hefur verið, það nú aðeins skárra núna en það var lengi vel yfir 30 gráður hérna og þá hitna húsin rosalega. Ég með skrifstofu hérna upp á lofti og einangrunin ekkit alltaf góð þannig að það hitnar þakið og það var komið upp í 30, 50, 40 stig inni á mér þannig ég fjárfesti í svona færanlegu loftkælingabúnaði og það svona haldið lífin í mér. Ég var einu sinni í London í hitabylgju og ég lærði það að englendingar ekki mjög þolnir fyrir svona hitabylgjum. Ég hef aldrei heyrt mikið dæs eins og var í lestónum á þeim tíma þar sem að menn voru að dæsa undan hitanum. Þeir eru ekki ánægðir með hitan. Nei, það svona lenska að húsin eru köld á veturnar og allt á heitadögum á sumrin. Þannig að þegar kemur hitabylgja þá eiginlega hvergi skjól. Það dugar ekki bara að passa sig að opna ekki gluggana og halda nætur kuldanum sem lengst inn í húsunum að sólinn hitar þetta þannig að það eru óbærilegt strax á hádegi. Þú verður að orða óbærilegt á hádegi og meira að segja að þá fólk eins og ég hafði stundað það áður en ég fjárfesti í þessari loftkælingabúnaði að maður fór bara í bílferð svo maður getur verið loftkælingu í bílnum. Herðu, Guðmundur, ég ætla að hleypa þér niður á neðri hæðir það sem eitthvað að 3-4 stigum kaldara en takk fyrir þetta og ég fæ að slá á þráðin aftur. Við ætlum að reyna að vera með svona hálfgerða fréttaútsendingar núna í sumar meðan að Ríkisútvarpið að senda út fótbolta. Þannig að Bretarnir, þeir skaffa okkur alltaf ykkur fréttir. Það eru mikla sviftingar í pólitíkinni þar. Það nóg að frétta og ég hlakka til að heyra frá ykkur og mér finnst alltaf gott að koma yfir á samstöðuna. Kæra þakkir. Takkilega. En við ætlum að halda hér áfram spjallinu við Rauðaborðið. Það nú að ljúka þættinum en við ætlum að enda hann í smáspjalli. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði.
leyendasamtökin.is. Já, við erum hérna við Rauðaborðið á svona sumarþætti. Við byrjuðum hérna með fréttir sem nýjung við samstöðuna og svo hefur við fengið hérna ýmsa gesti og svo slóðum við þráðinn til London og ræddum við Guðmund Auðunsson nýjan vinstriflokk og hingað kominn Sara Stef Hildar sem einmitt nýkomin frá London á svona, já, hvað hefur við kallað, kommunistarástöfnu? Hvað að kalla massist? Þetta hérna besta sumarpartí ársins sem ég sótt núna, ég held að þessi 3. eða 4. sinn sem við fyrir núna, kallast Marxism Festival og haldið alltaf hérna í London. Þeirra útgáfu írskum dögum í London. Kommunistapartí, eitthvað írskir dagar. Þetta rosalega flott festival, svo kallar hjá þessum Socialist Workers Party og þetta var stærsta festivali núna hingað til, 3600 manns mættu. Já, þannig að mæta bæði fullt af Bretum náttúrulega og svo þarna gestir frá Tyrklandi, Ítalíu, þú veist, héðan og þaðan sko. Frakklandi, mæta alltaf frakkarnir líka. Íslandi alltaf, the Iceland Delegation. Þú varst þarna og Laufey, hérna sem hér ofta sendt út. Samstarfskona ykkar, hérna samstöðinni og hérna situr einmitt með mér í stjórn vorstjórnunar. Ég sá mynda þegar þú hitt hana Helen sem býr hana á Ólafsdóttur sem oft hérna. Já, hún gerði þessi ferð inn í borg mitt á laugardeginum, þá hittum við hana. Daginn sem að Corbyn mætti. Já, ég svona hérna langar mig að heyri þér að því að fréttirnar stofnun nýs vinstriflokk kemur eiginlega meðan þið eruð í partíinu og að hlusta á alls konar erindum hitt og þetta. Hvernig fór þetta í þennan hóp sem nú líka kannski svona róttækasti hluti sósíalista í London? Og í Bretlandi. Já, einmitt, sko, þetta nefnilega var tilkynnt á opnunar samkominu, svona opening rally sem að þessu sinni fór fram á næturklúbb sem mjög óvenjulegt og venjúið fyrir þessa festivalið núna marxískur næturklúbbur var í Shoreditch Film Studios vegna þess að SOAS háskólinn og breskir háskólar almennt þarna í London sem að venjulega vettvangur þessa festivals hafa neitað að hýsa festivalið. Út af Palestínu? Út af Palestínu. Einmitt. Og það var mikið, þeir voru mjög daprir sko og sjokkeraðir yfir því að hafa ekki fengið inn í SOAS. En Shoreditch er gott hverfi. Já, en þetta er bara mjög dapurlegt sko. En þetta er tilkynnt Já, þetta er alltaf staldra við að það er orðið svo mikil skoðanakúun í okkar heimshluta að fólk sem ætlar að bara fara að ræða ýmis landsins-gagnanauðsinnar fær ekki að gera það vegna ótta yfirvalda að það verði bent á að það ásist að þjóðamorð á Gaza. Og ég meina sérstaklega SOAS háskólinn sem sérhæfir sig í Mið-Austurlanda fræðum. Og þannig þetta er sérlega slæmt sko. En þá það á fimmtudagskvöldi, þá það Andrew Feinstein, hann kemur í pontu og það hann sem tilkynnir þetta bara alveg óundirbúið. Hann hefur verið á X, svo kallum við það sem Sara settið út. Já. Og svo eiginlega sko tóku bara föstudagurinn og laugardagurinn var svolítið undirlagður af bæði þá erindi, þau skipuleggja þessi erindi flokkurinn og svo líka gestafyrirlesar en það sem að flokkurinn hafði skipulagt að sínum erindum, þá var þetta svona þráður, hvað gerum við nú? Og í raun það sem var svolítið flott var að sko fundirnir tóku bara á sig umræðu þetta. Það var bara viðbragðsflýturinn var svo mikill hjá þeim að félagar sem sátu og hlustuðu alltaf í lok erinda sem kannski hálftíma eitthvað svoleiðis, að þá var bara verið að ræða þetta og það er alveg augljóst að það er togstreita þarna. Þannig að félagar í Socialist Workers Party sem ekki flokkur sem fer í framboð heldur vinnu bara svona í svona breiðri fylkingu með mjög ólíkum samtökum víðsvegar Bretland og það hefur verið bara mjög fróðlegt að fara þarna til þess að heyra sko aktivisman og hvernig þeir ná tengingu eins og gagnvart sko islamafóbíu, transfóbíu, í svona litlum bæjum hér og þar Bretland að þá hafa þeir náð að skipuleggja sér alveg rosalega vel. Og ég að vinna gegn þessu, að ná bara að kremja þessi mótmæli áður en þau taka af stað og En hvernig þetta? Mætti ég vera í Socialist Workers Party og svo í mínu kjördæmi verið í verkamannaflokknum til þess að tryggja það að verkamannaflokkurinn vinni í alls þingmannin? Já, það held ég.
það er til. En fólki sem var á svæðinu, nú að því að hérna Corbyn svolítið svona, það voru mikla vonubundnar við breytingur sem hann gerði á verkamannaflokknum og kosningastefnuskráin 2017 var fín, svona frekar miðað við svona breytt bara róttæk. Já. Var fólkið á ráðstefninu svona, hei, það er að koma flokkurinn okkar að fæðast. Var það stemmingin? Já, sko, það var tókstreita. Þannig að maður heyri það alveg á fundunum í umræðunum. Annars vegar var náttúrulega óttaðist fólk sko einmitt að glata þessari róttækni sem að Socialist Workers Party er þekktu fyrir. En hins vegar fannst það líka ákveðin ómöguleiki, þú veist, þau verða. Staðan bara er þannig og sérstaklega sko, Palestína er bara gegnumgangandi þráður í allri þeirra nálgun. Og í ljósi þess sko, þá er það líka bara einhvern veginn sko ómöguleiki, þau geta ekki annað en stíð skref inn í þetta og þau buðu Corbyn að koma og hann kom og hann er greinilega mjög virkur, hann er bara ítrekkað og endurtekið í alls konar mætir á mótmæli og samstöðufundi hérna. Hann er mættið öll mótmæli sem að vera haldin í Bretlandi fyrir góða málstað síðan einhver tíman 1970. Já, og hann var þarna einmitt á laugardeginum, sko, þá er hann að hvetja fólk til að mæta bara 5 dögum seinna, það er samstöðumótmæli þarna og ég verð þar og er bara mjög virkur svona, en þau ræddu þetta alveg, það eru náttúrulega einhverjar er tókstreita þarna sko, já það eru, en enga síður þá er þetta, ég sammála þeim sko, ég sé ekki að þau geti ekki gert þetta sko, að fara saman í að reyna að byggja einhvers konar svona vinstri framboð eða flokk hvaða verður sko. Sérstaklega ekki núna þegar Nigel Farage og hans hans fylgisveinar eru sko á bara hraðri uppleið og já, það lítur allt út fyrir það, hann er eftir að læsa á klónum hann í ansi mörg þingsæti þannig að það verður einhverja spyrna við, en það eru líka raddir sem segja sko að með þessu, það sé í rauninni verið að kljúa verkamannaflokkinn og með þessu róttæka vinstra frambóði þá sé í rauninni verið að tryggja það að Nigel Farage komist að. Já, það er líka svona með þeirra sem er inn í verkamannaflokknum sem eru þá minna til vinstri heldur en Socialist Workers Party sem að segja það að við getum ekki farið út úr verkamannaflokknum því þá verður hann náttúrulega bara algjör hörmung sko. Þá verður hann bara viðreist og þess vegna verður við að vera áfram inn í verkamannaflokknum og haldunum þó til vinstri, þá segja aðrir sem er svipað og sagt demokrataflokkin í Bandaríkjunum sem að segja það að alla tilraunir sósíalista til þess að laga þessa flokka enda á vegg. Þetta eru grafhýsi hugsjóna, þessi flokkar. Það mun ekkert koma þannig í gegn. Sömuleyti getur þú sagt þetta demokrataflokkin og þess að mótmæla, en ég veit ekki hvað að segja þetta verkamannaflokkin, sko, sem er náttúrulega allt annara tegundar. Þar eru ennþá sko, verkalýðsfélögin sem eru beinir aðilar af flokknum og annað slíkt. Þannig hann er allt öðruvísi fyrirbrigði heldur en demokrataflokkurinn eða samfylkingin eða eitthvað svoleiðis. Já, ég meina það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með þessu held ég. Þú veist, Socialist Workers Party skilgreinir sig allt öðruvísi. Í rauninni, ég fór hérna á eitt fyrirlestur, The Starmer Project, sem að fjallaði hvort að Starmer væri í rauninni íhaldsamasti leiðtogi verkamannaflokksins hingað til, en þá í rauninni undirbyggðan allt mál sitt á því að í raun sko frá upphafi að þá hafi verkamannaflokkurinn alltaf gefið afslátt af sér og sinni vinstripólitík, vegna þeir hafi alltaf viðurkennt fulltrúalýðræðið, alltaf viðurkennt stofnunina þingið og leið þú gerir það, þá ertu bara ekki róttækur sko. Þannig að en þau geta náttúrulega að tala svona, þau eru ekki að bjóða fram og þau vinna öðruvísi. En það er leiðin sem þau vilja fara, þau vilja vinna þetta öðruvísi. Þannig að, en ég er ekki stjórnmálafræðingur eða sérfræðingur þessi. Hvað sækir þú á þessar ráðstöfnu? Nú koma hann að vera að ræða alls konar hluti, svolítið mikið Palestínu núna býtti við. Já, svona gegnum gangandi þráður, sko. Feminisma? Já. Ég sæki sko bara orku í þetta. Þannig að og við höfum gert það sko, því að fyrst er þetta náttúrulega forvitni bara og tengdist svolítið því að ég var starfaði með Sósíalistaflokknum, þannig að við vildum svona aðeins bara fara á kanna landsvæði aðeins út fyrir landsteinina. Í annað sinn þá fórum við dálítið mörg saman einmitt og þá kom nú í ljós líka svona kannski smá tókstreita innan flokksfélaga sem mættu á svæði. Innan okkar hóps. Og er það eitthvað hægt í því sem er sagt að það sé alltaf spenna á milli vinstri menna? Það er alltaf ekki, já. En það er gaman að fara og hitta svona klubbfélaga sína sko. Og þau
eins og ég segi, við getum lært ýmislegt af þeim, sko, hvernig þeir tengjast, þau eru að vinna með rosalega ólíkum hreyfingum, sko. Eitt sem spennandi bara á okkar tíma og okkar heims hluta leit vinstrisins að einhvers svona endurfæðingu. Vinstrið í vanda og við myndum langa til þess að reyna að draga það í gegnum umræðu við rauðaborðið. Einhvern tímann datt okkur í huga að vera með þætti frammi í sal sem við kannski fáum aftur aðgangað. Það sem við getum verið að ræða svona stöðu vinstrisins og bjóða fólki til þess að koma og vera gestir, þannig getur verið svona fyrirspurnir úr sal og fá svona fólk svona sem er vakandi og lifandi til þess að koma. En áður að því kemur þá kannski fæ ég þegar Laufey kemur líka til landsins þá fæ ég ykkur kannski til þess að segja mig meira frá þessari ráðstöfnu. Bara endilega. Takk fyrir að koma sem gestur í lokin á þessari nýja þætti okkar sem nýja þættur, sumarþáttur Rauðaborðsins 2025. Það sem byrjaði með fréttum og við ætlum að reyna að halda því áfram núna á mánudagum, fram á mánudagum til fimmtudags að byrja með fréttir á samstöðinu klukkan 9. Nei, klukkan 9, klukkan 19, klukkan 7 sem að RÚV ætti að vera að segja fréttir ef þið væri ekki alltaf að sýna hennar fótbolta. Við ætlum að gera það aftur á morgun og við munum þróa hana þátt. Við höfum stundum sagt að samstöðu sé tilrauna sjónvarp og þetta verða svona einhverja tilraunir fram eftir vikunni og kannski fram í næstu viku. Hvernig fyrirkomulag þessu verður, það kemur allt í ljós. Ég ætla að þakka Söru fyrir að koma hingað og Sigurjóni og Maríu fyrir að vera hérna og öllum gestur sem að hingað komið og ykkur fyrir að hlusta og bendi á að það eru áskrifendur sem að halda samstöðunni gangandi. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur farið á samstöðu.is og gest áskrifandi hvetja til þess að gera það í kvelli. En ég segi þetta gott í bili, sjáumst á morgun klukkan 7. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.